Við heilsum ykkur í nafni Jesú Krist og sendum hérðan frá Fíladelfíu kirkjunni í Reykjavík kveðjur og fyrirbænir til allra landsmanna. Hvort eru á láði, í lofti eða legi. Við byggjum forseta landsins, frú Vigdísi Finnbogadóttur, allrar blessunar drottins, svo valdsmönnum og ráðamönnum þjóðarinnar. Við minnumst bandingjanna og þeirra bágt eiga og illt líða. Beinum sjónum vorum til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Hjá honum fast lækning, huggun, frelsi og friður. Allt frá því hvítasunnu, þá hefur það orð legið á hjarta mínu sem ég ætla að flytja hér í dag og leggja út af. Þakka Guði fyrir orðið sem bræðurnir hafa lesið og það hefur gefið mér djörfung til þess að halda áfram að flytja það sem að Guð vill við okkur tala. Við höfum skyldur við hann, við erum bundin honum, við þurfum ekki að spyrja menn að ráða, við tökum hans orð eins og það við bætum ekki við það, við drögum ekki af því. Fyrir mér eru einhverjar orð sem Hallgrímur Pétursson kvað: Jesús vill að þín kenning klár, kröftug sé hrein og opin skár, lík hvellum lúðurs hljómi. Laun smjæðran öll og hrasnin hál, hindrar Guð stýrð, en millir sál straffast með ströngum dómi. Úr Postulasögunni 2. kapitúla 36. versinu les ég: Með óbreyðanlegri vissu viti þá allt Ísraels hús að Guð hefur gjört bæði hann að drottni og að Kristi, þennan Jesúm sem þeir krossfestuð. En þeir heyrðu þetta, stungust þeir í hjörtun og sögðu við Pétur og hina apostolana: Hvað eigum við að gjöra, bræður? Við tökum eftir því að hér í þessari miklu guðsþjónustu á hvítasunnudag sagt að áheyrendurnir hafi stungist í hjörtun. Önnur þýðing bendir á gríska frummálið og segir að hjörtun hafi verið gegnum boruð. Slíkt eðlilegt við boðun orðsins? Á þetta ekki alltaf að fara í rólegheitum fram? Helst eitthvað svæfandi, róandi? Nei, orðguð sá að vera vekjandi. Og jafnan eins og hér kemur fram, þeir stungust í hjörtun. Megi Guð almáttugur gefa það megi vera svo í þessari guðsþjónustu hér í dag að ykkur finnur sting í sínu hjarta. Þá tilganginum með þessari guðsþjónustu náð. Orð Guðs lifandi og kröftugt og beittar af hverju tvíeggjuðu sverði og smýgur inn í innstu fylgsni sálar og anda, liðamóta og mergjar og vel fallið til þess að dæma hugsanir og hugrenningar hjartans. Ef samviskan ekki í lagi, þá stingur orðið óhjákvæmilega. Og við getum spurt okkur: hverjir voru þeir sem stungust þarna á hvítasunnudag? Vitanlega voru það syndugir menn eins og við, því að allir hafa syndgað og þá skortir Guð stýrð. Og hjá syndugum manni þetta einkenni að innan að frá hjarta mannanna koma illar hugsanir, frillulífi, þjófnaður og morð, hórdómur og ágirnd, illmennska og svik, munaðarlífi og öfund, lastmæli og hroki og fáviska. Allt þetta illa kemur innan að og sörgar mannin. Nú þegar að heilagt orð, lifandi og kröftugt, mætir manninum eins og hann þá finnur hann að það óróar hann, og ef hann opinn og ærlegur og samviskans vakandi, þá finnur hann að það kemur stingur. Á þessum fáu mínútum sem ég hef hér til umræðu, þá vildi ég taka dæmi úr Biblíunni hvernig að Guðsorð virkar og að það mætti virka á sama hátt í dag með okkar þjóð, með hverjum einum einstaklingi sem heyrir orð mín. Ég les hér mann í Postulasögunni sem var ásamt konu sinni í samkomu hjá Páli, postula. Pál var þá fangi reyndar, en hann lét hann fangan koma til sín og kynna fagnaðarerindi fyrir sér og konu sinni og sjálfsagt einhverjum fleirum
Og það sagt þennan mann sem hét Felix að honum hafi verið allkunnugt veginn. Og við fáum að heyra og þeirri ræðu sem að Páll flutti, þá segir hann að hann hafi talað trúna á Krist Jesúm, réttlæti, bindindi og komandi dóm. Þá skelfdist Felix og mælti farðu burt að sinni, þegar ég fæ tóm mun ég kalla til þín. Felix latneskt orð og þýðir hamingjusamur. Nú við það að hlusta á þennan mikla predikara þá ber hann ekki nafn með rentu og verður óhamingjusamur. Ég vil kynna svo lítið nánar fyrir ykkur. Hann var áður þræll hjá Antoníu móðir Kládiusar, rómverskur maður. Hann hófst til aðstuð mannvirðinga og metorða. Nú bjó hann í 3. hjónabandi sinnu með Drúsilu, sem einnig var gift þá í annað sinn. Drúsilla var bróðurdóttur Heródísar, sem Heródos konungur tók frá Filippusi bróður sínum. Það var ekkert réttlæti í þessu og ekkert bindindi í þeirra lífi og þeirra framkomu. Og nú heyrir hann ákveðinn og hreinan boðskap sem höfðar til samvisku hans og þeirra beggja hjónana, og niðurstaðan verður svo þau skelfast. Hann fær sting í hjartað og nú bætir hann gráu ofan á svart þegar hann veit sakleysi Páls postula, að hann sleppir honum ekki og lætur hann ekki frjálstan, heldur sagt að hann vildi afla sér hylli gyðinga og lét Pál eftir í böndum. En áður en hann kvaddi Pál þá hafði hann sagt þessi orð: far burt að sinni, en þegar ég fæ tóm mun ég láta kalla þig. Það ekki sagt frá því að Felix hafi oftar verið í guðsþjónustu og heyrt Guðs orð. Eftir skamma stund þá hrökklaðist hann frá völdum þarna og aðrir tóku við, og við sjáum hann ekki oftar á samkomu með þessu mikilmenni sem predikaði honum fagnaðarerindið bindindi, réttlæti og komandi dóm. Við höfum annað dæmi úr Markúsar guðspjalli, og þar ekki minni predikari en Jóhannes Sakaríasson, sem mestur á konum fæddur, sem við höfum hér sem umræðu efni á hvítasunnudag lítillega. Dásanlegt að kynnast af blöðum ritningarinnar þessu mikilmenni. Hann hafði mikinn aðgang með þjóð sinni og lifði í stórkostlega vakningu, og meira að segja konungshúsið var opið fyrir honum. Og það sagt að Heródes hafi óttast Jóhannes þar að hann vissi að hann var maður réttlátur og heilagur, og hann verndaði hann. Og hann hlýddi á tal hans, og ljúft var honum að hlusta á hann. Og þegar að Jesús Kristur talar þennan mann, Jóhannes Sakaríasson, þá spyr hann gyðingana Jóhannes í Lúkasar guðspjalli 7. kapítul og 26. versi: hvað fóruð þér út að sjá? Spámann? Já, ég segi yður jafnvel meira en spámann. Hann sá sem ritaður sjá ég sendi sendiboða minn, og undan þér greiðamun veg þinn. Stendur hér í orði Guðs. Að vera meira en spámaður, það eitthvað stórt. Því öll kenningin og riktningin og boðskapur hennar og söfnuðurinn og kristnin hefur að grundvelli postulanna og spámennina en Krist Jesúm sjálfan að hyrningasteini. Þeir sem því kynntust Jóhannesi og fengu að sjá hann og fengu að heyra hann, þeir sáu þetta stórkostlega mikilmenni sem fór rétt með orð sannleikans og dró ekki af. Nú kemur hann í dag í konungshöllina. Þá ný kona komin í drottningar sætið. Kristin trú getur aldrei hrasnað, en smjaðrarannir og snobbarannir hefðu umsöfalaust sagt: til hamingju Heródes konungur, enga kona þín falleg og enga hún myndarleg. Til hamingju. En nú Jóhannes kominn, andrúmsloftið mettað. Nú var að fæða stingur í hjörtu konungs og drottningar. En því miður var svo stingur fyrir þau bæði til dóms. Jóhannes, rödd hrópandans, hefur upp röstu sína.
þú mátt ekki eiga konu Filippusar bróður þíns. Hér voru tvær fjölskyldur lagðar í rúst og brotin boð drottins. Og það er einmitt það sem að vert er að benda á og veldur sting í hjörtum margra manna í dag. Það er þegar er að ræða þessa stofnun Guðs sem heitir hjónaband og Guð hefur innsett og boðað og boðið. Og hjónabandið er heilagt og þegar að stofnað er til þess þá er sagt svo frá orði Guðs. Þeim er gengið hafi hjónaband, býður drottinn að konan skul ekki skilja við mann sinn, en hafi hún skilið við hann þá sé hún áfram ógift eða sættist við mannin, og maðurinn skal ekki láta konuna frá sér fara. Við tökum eftir því í samtíð okkar, þá er þessu boði drottins og þessari stofnun misþyrmt til óbætanlegs tjóns, bæði fyrir viðkomandi og sérstaklega fyrir börnin, og svo líður landið fyrir þetta og margir liggja á sjúkrahúsum og taugadeildum, jafnvel með sálræna sjúkdóma vegna þess að það sem átti að standa og var boðið að drottni því var riftað. Gætið yðar í huga yðar, bregðið eigi trúnaði, segir drottinn, bregðið eigi trúnaði við eiginkonu Asku þinnar, ég hata hjónaskilnaði, segir drottinn. Og Jóhannes er í þessum anda þegar hann talar við Herodes sjálfan og segir, hví gerðirðu þetta, Herodes? Þú mátt ekki eiga konu bróður þíns. Og vesalings Herodes var þannig stemdur af því sem á undan er sagt, hann vissi ekki hvað hann átti til að ráða. En konan hans sem nú var orðin, sem hann hafði á óleyfilegan hátt tekið frá bróður sínum, hún fær þann sting sem fyllir hana heiftar hug og hatrið verður svo rótgróið og átakanlegt að næst þegar við sjáum Jóhannes, þá er hann ekki í konungshöllinni, þá er hann ekki að predika fyrir framan konunginn sjálfan, heldur segir hér í Mattheusarguðspjalli 7. kapitúla, 14. kapitúla og 3. versið, Herodes hafði tekið Jóhannes höndum, fjötrað hann, sett hann í fangelsi vegna Heródísar konu Filippusar bróður síns, því að Jóhannes hafði sagt við hann, þú mátt ekki eiga hana. Og hann vildi deyða hann, en hann óttaðist lífin, því að allir héldu Jóhannes fyrir spámann. Það var nógu hart að fara í fangelsi, en í viðbót við það þá er hann fjötraður, en sannleikurinn verður aldrei fjötraður, og þeir sem að vörpuðu þjáningu og böndum á Jóhannes, þeir færðust í fjötra, haturs, heiftar og beiskju, og því miður þá er ekki hægt að sjá að þeir hafi horfið frá því, verkið var fullnað, og mér finnst það svo nístandi og kalt þegar að dóttir Heródísar dansaði frammi fyrir konungi á afmælisdegi hans, þá gat hún farið að ráðum móður sinnar og beðið höfuð þessa mikla predikara á fati, og hún fær höfuð hans á silfurfati fært inn í veisluna, þvílík forherðing og beiskja synda, og hún réttir þetta móður sinni og móður hennar tók við og taldi að nú hefði hún mál sín í lagi, nú hefði hún samvisku frið til þess að búa í hórdómi með þessum manni, og þó hún væri kölluð drottning, en endurinn er ekki hér. Filippus, hann fekk að heyra orð náðarinnar líka, og Pál postuli hann boðaði fyrir Felix boðskapinn réttlæti, bindindi og komandi dóm. Ef til vill er ekki þessi texti vinsæll eða í tísku, en boðskapur Biblíunnar er mjög skýr, og Guð almáttugur hefur slegið vernd sinni á hjónabandið, og það skal helgast, og hjón skulu ekki skilja, en ef þeir ekki geta verið saman, þá skulu þau sættast og vera þá áfram sem ógift, segir Guðs orð.
Og alltaf þegar að slíkar hörmungar eiga sér stað eins og meir en 500 sinnum á árinu á Íslandi, hér sem leið, þá líða blessuð börnin mest. Og margir hjónaskilnaði verða til og orsakast af því að fólki gætti sín ekki og hleypti þessari bölvun inn sem að Felix var varaður við í sambandi við orðið bindindi. Ég ætla að gefa aðeins því orði gaum út frá þessu sem ég hef talað hér í dag og undan. Þetta á samlið, hjónaskilnaðir og bindindisleysi, óregla og hörmungar heimilanna. Það er ákveðin boðskapur Biblíunnar bindindi og það er ákveðin boðskapur Biblíunnar bölvun áfengis. Og menn eru svo að reyna að drekka vín í skjóli þess að það hafi verið haldið brúðkaup í Kana. Það var ekkert brennt vín í því brúðkaupi. Brenndir drykkir komu ekki til sögunar fyrir 700 árum eftir Krists burð. En það voru ávaxtasafar og ávaxtavín sem gerjuðust á sjálfu sér og sköpuðu ekki þá ólgu og eitur sem almennt er iðkað að drekka í dag og er hreint og beint handbendi óvinarins. Ég var aldrei of sterklega við þessu, bæði unga menn og konur og hvern sem er. Það hefur engin ráð á því að drekka frá sér vitið. Þetta mesta mikil menni að undanteknum Jesú Kristi sem að ég vitnaði áðan, Jóhannes Sakaríasson, þá er sagt að hann skal verða mikill fyrir augliti drottins. Hann mun ekki drekka vín í áfengan drykk. Og sallir sá sem fær að alast upp í reglusömu heimili, fær að kynnast bindindi og heldur sér við það í gegnum lífið. Því vínið er spottari, sterkur drykkur glaumsamur og hver sá drukkin reykar, hann er óvitur, segir Salómon konungur. Salómon konungur sagði aldrei að vín sem væri drykkið á hógværan hátt mundi gleðja hjarta mannsins. Það er ranglega tilnefnt honum, það er hægt að sanna það út frá ritningunni. En hann segir áfram hér sem ég ætla að lesa fyrir ykkur. Því að við erum að tala réttlæti, bindindi og komandi dóm. Hver æjar, hver veinar, hver á í deilum, hver kvartar. Hver fær sár af þarflausu, hver fær rauð augu af þarflausu. Þeir sem sitja við vín fram á nætur, þeir sem koma saman til að bergja og krydduðum drykkjum. Horf þú ekki á víni hver aukt það er, hversu það glóir í bíkarnum og rennur ljúflega niður. Að síðustu bítur það sem höggormur og spýtir eitri sem naðra. Til hvers er ég að hlusta á útvarpið og heyra þennan boðskap, segir þú? Jú, ég er að flytja þér orð sem varar þig við og kannski stingur þig. Og þú þarft að stingast ef þú ert að ánetjast þessari ógæfu sem getur eyðilagt allt þitt líf. Í dag er yfirleitt viðhorfið þannig að það er kallað á samúð almennings við ofdrykkjumenn í skjóli þess að hér séum sjúkdóm og sjúklinga að ræða. Og manni finnst eins og þeir leyfi sér að drekka vínið bara á þessari forsendu að ég er sjúklingur og þetta er sjúkdómur. Engum blöðum þarf að fletta eitur fullar skaðsemdir alkohólnotkunar. Ævidagar viðkomandi mann eru styttir og heilsan er eyðilögð og opnaður fyrir flóðgáttum sjúkdóma með neyslu þessara ólyfja. Ég læt í ljósi hlýhug og bæni til þeirra sem að reyna að vinna fyrirbyggjandi aðgerðir og hjálpa þessum mönnum sem hafa lent í ógæfunni. Beini ég þessum orðum til allra sem taka þátt í slíku starfi og þá sérstaklega til bræðra minna í Hlaðgerðarkoti. En það hefur stungið mig sjálfan þegar að þessi sívaxandi vandamál eru viðloðandi við samtíðina, hjónaskilnaður og bindindisleysi, kannski stingst einhver við því sem ég segi nú. Biblían kennir hvergi
nokkur staðar, ekki eitt einasta orð, að menn útilokist frá Guðs ríki vegna sjúkdóma. En margir sjúkir menn hafa leitað drottins einmitt vegna þess að sjúkdómurinn beygði þá, og jafnvel þó að þeir hafi aldrei læknast, þá áttu þeir lifandi trú og líf og frelsaðar sálir. Menn útilokast frá Guðs ríki vegna synda, ekki vegna sjúkdóma. Og það aðeins syndin sem gerur okkur viðskila við Guð. Og nú kemur alvöru orðið. Biblían segir afdráttarlaust og blákalt að drykkjumenn mun ekki erfa Guðs ríki. Þetta getur lesið í 1. Korinthubréfi 6. kapitula og 10. versi. Þá fáum við að sjá það að drykkjuskapur, fyllirí, ofneysla á þessari ólyfjan er meira en sjúkdómur, meira en veikleiki, hann er orðinn að synd. Áheyrandi minn, sem eittir helginni í félagsskap Bakkusar, þú varst ekki aðeins að skemmta þér. Þú lagði steina í götu hinna veiku sem falla fyrir hinni minnstu freistingu. Þeir sáu hvað þú gerðir, þeim heldur að þeim sé óhætt eins og þér. Þú komst ekki heim í gærkveldi. Maki þinn beið eftir þér, var angistarfullur, grátandi. Hvað ertu að gera, maður? Stoppaðu þig af í óhæfu þinni. Það sem byrjaði svo vel, það ertu að smámola niður og eyðileggja með þessari syndinni. Og blessu börnin þín, þau hrjúfuðu sér á mömmu, þau voru hrædd. Hvar er pabbi? Það vill ekkert barn eiga fullan pappa. Ekkert. Ég segi aftur, sjúkdómur. Já, en það er meira. Það er synd. Og forðum var spurt á hvítasunnudag, þegar að syndarannir heyrðu orðið sem Símon Jónasson Pétur flutti, þá stungust þeir í hjörtun og sögðu við Pétur og hina apostolana, hvað eigum við að gjöra, bræður? Og þegar maður finnur til syndar sinnar, maður finnur að maður er boginn, maður finnur að maður getur ekki sigrast freistingu og synd, því andi syndarinn er svo hræðilega sterkur. Og syndin, hún hefur vilja og hún hefur hug, og hún hefur dyrnar hjá þér og hefur hug á þér og vil tróða sér inn. Og þó þú viljir ekki hlýða syndinni, þá lætur þú undan, vegna þess að andi þinn er veikur, ómáttugur og hold þitt er veikt. Hvað eigum við að gjöra? Og svarið lét ekki á sig standa, gjörið iðrun. Að gjöra iðrun þar að snúa við. Úr syndasalnum gekk, svo gjörðu líka, segir Hallgrímur Pétursson, þá Pétur formert fékk fallslökun hrösun slíka. Úr syndasalnum gekk, svo gjörðu líka. Gjörið iðrun. Þetta er boðskapur Nýja testamentisins. Þetta er boðskapurinn sem Jesús Kristur hóf kenningu sína með. Þetta er það sem að kemur í gegnum öll Guðspjallin, í gegnum allt Nýja testamentið, í Opinberunarbókinni líka. Og þegar að Páll postuli flutti fagnaðarerindi fyrst í Aþenuborg, þá flutti hann þetta mikla alvöru orð í 17. kapitulunum og í 30. versinu. Guð hefur þá séð í gegnum fingur við tíðir vanviskunnar, og nú boðar hann mönnunum að þeir allir skuli allstaðar gjöra iðrun. Þeir skulu allir og allstaðar snúa við, og hvert eiga þeir að snúa sér? Þeir eiga að snúa sér að krossi Jesú Krist. Komið nú, konur og menn, að krossinum Jesús enn, þótt nauðin þrengi þrenn, þar fast nóg lakning enn. Og ef ég er framgöngum í ljósinu, svo hann er sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan, og blóð Jesú, sonar hans, hreinst oss af allri synd.
Og þegar að menn hafa verið bundnir í löstum og syndum, meðal annars þess arna sem ég hef dregið fram hér í dag, og þeir hafa snúið sér í alvöru til Jesú Krist, þá hafa þeir fengið að reyna það andi hans er sterkari og máttugri heldur en andinn sem í heiminum er, og fyrir bragðið náðu því að lifa sigrandi lífi. Íslenska þjóð, vaknaðu, syndugir maður, vaknaðu, heyrðu orðið réttlæti gagnvart maka þínum, gagnvart samfélaginu, gagnvart almáttugum Guði, heyrðu orðið bindindi og heyrðu orðið líka komandi dóm. Frelsaður kem ég þá fyrir þinn dóm, fagnaðarsælan heyri ég róm, sagði Hallgrímur Pétursson, og það er fært fyrir okkur eitt og sérhvert. Guð blessi ykkur þetta alvöru orð. Hafi ykkur særst, þá máttu særast. Verði ykkur vondur, þá máttu verða vondur. Ég meina það að vel meint eru vínar sárin. Það er ekkert unnið með því að strjúka þér alltaf aftur, en boðorð er lampi og viðvörun ljós. Það verður fengið að heyra hér í dag. Í Jesú nafni. Amen.